Hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jú, mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan er korter í 10 og fer að taka svona senna enda hjá okkur. Og eins og ég lofa ykkur hlustundur þá myndum við fara núna yfir í karateið og já, það síðustu helgi fór fram hérna Norðurlandamótið í karate og ég kom að línuna einn af þeim sem hafa ábygglega vera með puttan á púlsunum í allt og öllu. Það er Reinhard Reynarsson, formaður Karate-sambandsins. Komdu bless á sæll en ekki? Já, blessaður. Hvernig hefur það? Já, það er bara hress og kátur. Já, hvernig gekk þetta Norðurlandamót fyrir sig? Þetta náttúrulega er eitt stærsta mótið það ekki sem þið hafið, haldið? Jú, þetta voru tæplega 200 keppendur, 15 lið, 7 þjóðir. Það hefði ekki verið svona á 300 manns að koma nált þessu. Þetta tók svona mánuð að undirbúa þetta með góðu. Og hefur bara gengið nokkuð svona fram á væntingum? Já, það pínlítið stress þegar að byrja að snjóa kvöldið, föstudagskvöldinu. Já, íslenska veðráttan. Já, skandinavarnir komu allir úr 15 stiga veðri og ekki viðbúinu þessu að þurfa að klófa hér snjó upp í ökla. Já, þurftur þú þá að redda þeim snjókala kannski? Það var nú ekki svo slæmt. Það var nú hægt morgunni þegar við týndust inn í húsið. Þetta var nú svona skemmtileg viðbrigði fyrir þá. En annars var mótið bara gekk vonum framar. Við gerðum allt sem við gátum til að halda tímaáætlun og gerðum það bara í gang slaginu 10 og við tókst að munaði 15 mínútum sem ég fór fram yfir áætlaðan tíma kvöldið. Já, það er nú ansi vel sloppið yfir svona stóru móti. Já, við vorum lukkuleg með það. Voru þarna konni saman þá besta karatefólkið af öllu Norðurlöndunum? Já, eins og staðan í dag þá erum við Norðurlöndi 5 og Eistland og Lettlandi með okkur. Þannig við buðum þeim á sín tíma og erum að vonast til að fá Litáin á næsta ári inn í sambandið. Þetta er svo Norðurlöndin og Baltneskulöndin. Og það voru þarna, 3 Evrópumeistarar sem að unnu núna á síðusta vetri til Evrópumeistaratitla. Já. Og aðrir 3 sem náðu sér í silfur á síðasta heimsmeistaramóti sem var í nóvember í Bremen. Þannig að þetta var nú, þetta er nú svona með sterkari mótum sem við förum á. Já, þetta hefur allan ekki verið neini amatörur hérna greinilega, Evrópumeistarar og silfur og heimsmeistarar. Nei, það var voða gaman að fá þá og sjá þetta fólk gera sitt besta. Nákvæmlega. Þannig að þetta er alltaf að verða sterkara og skemmtilega mót. En við náttúrulega náðum í velunum pening, náðum okkur í það ekki 1 silfur og hvað voru mörg brons áttur? 6 brons. Já. Jú, það var, eins og segið, það er alltaf að vanta svona herslumuninn. Það væri frábært að fá Norðurlandameistara aftur. Það var orðið svolítið síðan við fengum. Það sé ekki 4 ár síðan við fengum Norðurlandameistara í úlingaflokki og örugglega orðin 25 ár síðan það var í fullorðinsflokki í einstaklingskeppni. Það reynda fengum við fyrir 3 árum í liðakeppni kvenna náðum við Norðurlandatitli. En hann hlýtur einstaklings er þetta búið að vera ansi löng og þrautaganga aftur. Hann hlýtur að fara að láta sjá sig þessi Norðurlandameistaratitil í framtíðinni? Já, því að núna þá var ég með 32 keppendur, aldrei fleiri. Þannig að mikið af þessum er ungt fólk, 16, 18 og yngra, sem að ég vona nú að bara býta í öxlinn og halda áfram að æfa og taki þátt í mótum framvegis og haldi áfram. Næsta svona stóra verkefni hjá okkur er smáþjóðamót sem verður á Kýpur í október. Það er númer 2 í röðinni. Við ákvaðum í fyrra að reyna að stofna til svona smáþjóðamóts eins og smáþjóðleikana. Það má ekki kalla þetta leika, það er bara ein grein. En það eru sömu 9 þjóðirnar í Evrópu sem að koma saman. Þannig að það verða svona 2 mót sem við eiga bara góða möguleika að vinna
og komist að verðlaunarsæti. En svo þið það ekki með, svona landslýshóp sem að, hittist þið ekki, verður ekki bara 2 vegna fresti eða hvernig verður þetta, er það hittast vikulega? Komendahópurinn hittist vikulega, aðra vikuna er það með lokaæfingu bara fyrir keppnishópinn, eina vikuna, eða sem stálsmanna fresti þá er opinn, þar sem allir áhugasamir með að koma og svona sína sig fyrir landslýsþjálfarum. Og í Kata koma þau saman hálfsmánaðarlega og það er held ég, það er sama sko, það er einu sinni í mánuði er opin æfing þar sem að efnilegir með að koma og vera með þannig að sína sig fyrir landslýsþjálfarum. Svona rétt árunni sleppið og var ég að spyrja viðst þú ert á Suðurlandinu að manstu til að það hafi verið svona ykkur tíma mjög öflugt svona karate fólk héðan á Suðurlandinu? Já. Þegar ég var að byrja í íþróttinni 1984-5 þá var þarna starfandi klubbur á Hvolsvelli og síðan á Hellu, Selfossi og í Vestmannaeyjum. Það voru allt svona fjölskyldubönd. Sölvi Rapsson var þarna og Rapsmaður hans voru með klubb. Þeir urðu unnutu veluna hér á Íslandsmótum og nokkru sinnum á þessum árum, hann milli 85 og 90. Þannig að þetta hefur verið, fantagóður hópuð þaðan? Já, þetta voru öflugir strókar. Og svo er náttúrulega komið svona góð smá vakning aftur núna fyrir nokkrum árum, þannig að það eru konir litli klúbar þarna Hveragerði og Selfoss og ég held að sé nú 30 manna klúbur í Vestmannaeyjum. Hvort sem það telst til Suðurlands eða ekki. Jú, það telst til Suðurlandi, það sjálfsögðu. Já, ég veit að þeir koma stundum upp á meilandis. Þannig að það er bara gaman, þetta er aðeins að dreifast út fyrir höfuðborgina. Síðan erum við með dreifbýlisklúbba, það er svona eins og Akranesi og Grundarfirði er lítill klúbbur og það var verið að byrja Skagaströnd, æfingar. Presturinn þar er svartbeltari í karate. Já, bara presturinn með svartabelti? Já, og hún er með æfingar held ég einu sinni viku fyrir grunnskóla krakkana. Þannig að þetta er svona skemmtilegt, þetta er aðeins að dreifast aftur. Komið út fyrir borgarsvæðið. Reynar, svona rétt í lokin, hvað er svona framöndan núna svona stærst hjá okkur? Það er nú bara næsta laugardag, þá vorum við með síðasta bikarmót vetrarins og síðasta úlingamótið líka og síðan uppskjöruhátíð kvöldið. Það verður í Smáranum í Kópavogi, laugardaginn kemur. Þar með slúttu við svona vetrarstarfinu. Byrjum svo aftur bara eftir Verslunarmannahelgi, ágúst, september á starfinu aftur fyrir næsta vetur. En ég veit að landsliðin þau halda áfram að æfa. Þeir fá ekkert að hvíla sig? Nei, ekki nema þeir taki bara einhverja svona langa helgi. Einmitt. Reinhard, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel og hvetjum alla til þess að hvar verður bikarmótið haldið? Það er í Kópavogi, í Smáranum. Kópavogi, í Smáranum, að gera kíkja þangað og renna við. Já, ég rekna með verðum alveg svona frá 10 til 4. Glæsilegt. Velkomið. Bestu þakki fyrir. Já, bara takk fyrir fjallið. Já, það má kannski geta þess talandi Norðurlandameistaramótið að það var náttúrulega eins og hann kom inn á það var 1 silfur og 6 brons. Við tökum Kata-tím kallaliði, það var silfur, það var Bogi Benediktsson, Davíð Guðjónsson og Sæmundur Ragnarsson sem voru í því og í 3. sæti fyrir það var Katrín Kristinsdóttir, Kristín Magnúsdóttir og Svana Katla Þorsteinsdóttir og bronsliði í komite kallaliðinu, það var Eilis Guðnason, Björn Diego Valencia, Jón Ingi Þórólfsson, Pétur Bríte og Sverrir Ólafur Torfarsson og svo var það sem náði bronsi í komite í mínus 52 kiloflokki, það var Hreiðar Páll Ársalsson og í mínus 63 kiloflokki var það Ágúst Heiðar Sveinbjörnsson og kvennamegin í junior það var í mínus 59 það var Edda Kristín Óttarsdóttir og í plus 59 kílóa var það Katrín Ingum Björnsdóttir og í senior það var það María Helga Guðmundsdóttir mínus 55 kílóa og í kallamegin í senior var það Elías Guðni Guðnason í mínus 75 kílóflokki. Nú það sportátturinn rétt að klárast og ég ætla bara rétt að fara fram hvað er framundan í sportinu. Farið ekki langt.
Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.